Já, þetta bomban geitirleiknum, verið velkomin í með 2 graða Mósfellinga í kvöld, ég með Ísak Sjetni, hjartaði Mós og Daniel Búa, leikmann Hvítarittarans, talaði hans í aðalkallin í Mós og 273-65, Búi, velkomin til leiks. Takk fyrir. Takk fyrir búðið, segir bara. Hvað segir þú? Takk fyrir búðið? Ekki mál. Hvernig hefur það? Ég heyrði að vera á Bubba-tónleikunum í gær, segðu mér frá því. Já, ég fór bara með fjölinni og reyndar keypti ég 3 miða handa mér, systur minni og kærastan hennar á föstudeginum og ég fattaði ekki. Býttu hvað fattar ekki? Ég átti miða á föstudeginum en ekki laugardeginum. Hann keypti á fyrri tónleikunum. Ha? Býttu, þú keyptir á fyrri tónleikuna og fórst á laugardeginum? Já, ég fattaði ekki og þurfti að ljúga að pabbi væri 50. Og fegst að fara inn? Já, sjálfsögum. Ég sagði bara mamma myndi vera á gráta og þau vorkendu mér. Já, ég þarf nú að fara með þinni í bæ, þú talaði dýraverðina. Herðu, strákar, Ísak, segðu mér eitthvað, einhver fugl tístaði að mér að þú hafi verið í Manhattan. Hvað, menn eitthvað að tala um það? Hvernig var það? Þetta var tróðið en fínt. Það svo mikið af fólki hana. Menn voru að tala um að þú varst að kvarta yfir verðin á bjórnum. Já, ég held ég væri að fara inn í smá frí en þetta bara sama verðlagningu á Íslandi þannig niður í miðbæði Manhattan. Er þetta svona eins og í kvikmyndunum, Manhattan svona ríkakörfið? Já, það allavega ekki margir fátækir hana. En strákar, áður að leika haldið, þá verðum við að gefa shoutout á Jelinu Tinnu Kujonodzic, vinkonu mína í Þróttis fyrir að vera valin í A-landsliði, vil að þessu komin enda besti varnarmaður í bestudeildinni. Jelina var á tenni og kom bara Steini og landsþjálfari og hringdi hann á FaceTime og sagði, herru, þú varst valin í A-landsliði, næsta flugvél heim, takk fyrir. Og ekki var hún með á móti Úkraínu, en verið með í næsta leik, en flottu sigur hjá stelpunum okkar á móti Úkraínu. Svo setjum við batakveður á Kristján Eriksen sem neig niður í kvöld í 2-1 sigur á Úkraínu. Það kannski bara komið tími og hann leggir skóna á hilluna. Þetta ekki þess virði að fá hjartastopp núna 2 sinnum, en allt í góðu með hann, segja fréttinar. En strákar, Power Rank, 5 bestu skyndibitar, Búi, kottu með 5 bestu skyndibitana í 270. Það alltaf Subway 5. seti. Subway 5. Fer aldrei ángað og ekkert mikið grammendismaður, borði ekki grammedi. Ok, þá getur alveg skemmt að fara ángað. Ok, hvað hendur í 4? Það Kenny. Það geitinn. Pretty Boy Choco Kenny þá, eða? Jú, maður fer alltaf einhvern veginn í vefina hans hana. Hvað já, ferði í barbecue-vefina, eða? Það reyndar ekki. Ég fekk mér ekki barbecue-vefina út af því ég ekki franskar með. Það veikleik. Já. Það helvitis Pretty Boy Choco súkkulaði með, nei takk. Já, en hvað færðu þér á Kenny, Anna Búi? Ég fæ með Singer Twister, mínus allt, pluss ost og Doritos. Býttu, mínus allt? Það er bara vefja með kjúla, bæti og osti og Doritosi. Þetta kjúklingur, ostur og Doritos? Já. En engin sósa? Nei, fór ekki sósur. Hæ? Já. Þetta eitt að skrýtna þegar ég sagði kontið með eitthvað feedback á þetta. Þetta náttúrulega bara út í höfu. Ok, þú getur alveg skemmt þetta bara heima hjá þig, sko. Keyptir bara einhverja frosna kjúklingarbita hana, Doritos, beint á vefi. Já, ég bara svo latur að gera mat fyrir sjálfa mig. Ok, Kenny 4, hvað er 3? Það Serrano. Maður fer alltaf að hanga fyrir leik og já. Hrísgrjóni? Hrísgrjóni? Já, hrísgrjónin. Farið burrito? Já, ég fæ mér hrísgrjón, kjúla og ost.
Þú varst nú eitthvað að tala við mig daginn að þeir voru eitthvað nískir á áleggina. Já, það myndi bara, það eins og, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, sko, en þetta agalegt, sko, þeir bara tíma alltaf að gefa mér ost, sko. Hvað þeir bara skamta ostin á þig það? Skamta? Þeir taka svona einn rifin ost og liggur við að setja hann á, sko. Já, reynsla mín allavega að sósan ekki gefins. Það alveg á hreinu. Það bara mælt eftir vinnudag hvað mikið eftir að sósinu og bara byrja næsta dag, sko. Herru, sér annað þriðja, komdu með annarsætið? Herru, það Duos. Ég bara, það ekki hægt að segja neitt annað. Þeir ódýrir, þeir góðir og það bara fljótir að gera matinn. Fljótir, það bara tilbúið á 1 mínútu, bara búin að steikja fokkin grænmetið, beikoni klukkutíma áður eða eitthvað. Hvernig gerist þetta svona fljótt? Já, það bara þjónustan, sko. En má Duos má eiga að þeir eru ódýrir og góðir. Það var einhver inn á Mosó-grúppu daginn að væla út af verði. Bara grjót allt í kjafti, sko. Þetta ódýrasti matur á Íslandi, sko. Það bara, þú ferð ekki inn í Krónu og getur ekki borgað, fyrir hamborgara meira, sko. Já, sko, þú færi sushi á 2000 skall, sko. Það eru 2 bitar eða eitthvað. Ok, annars sæti Duos. Hvað í fyrsta sæti? Það eru mínu menn í Dominos. Ég fæ mér það daglega nánast. Og það bara alltaf jafn gott. Hvað færðu þér á pítsu á Dominos? Það pepperoni veisla og síðan þið verða að testa þetta Cajun krydd. Það það besta sem við veitum á pítsu. Hvar færðu Cajun kryddið? Það bara, þeir að gefa. Þetta sama og á brauðstöngunum hjá þeim, Cajun brauðstöngunum. Getur þú fengið það on the side frítt eða? Já, bara þú mátt setja eins mikið krydd á pítsuna frítt. En hvar fæ ég kryddið? Þú ferð bara í mappið og... Já, hvað kostar að fá kryddið sem sagt? Nei, það er kryddið er frítt. Nú, hvenær fattar þetta hags? Ég man það ekki, það er alveg smá síðan, sko. Ég er alltaf fasta gestur þarna, sko. Þetta er breakthrough, sko. Já, bara, þið munu ekki borða pítsu án þess að vera með kæjukrydd núna, eftir ég segi þetta. Ísak, hefur eitthvað út á þennan lista setja? Nei, allt nema það, hann sleppur öllu og grænmeti og sósum og allt. Það verður bara fínasti listi og bara að eiga það. Það ekki? Jú. Ísak, þú fékkst það verkefni að gera 5 bestu knattspyrnumenn frá Mosfellsbæ í sögunni. Kottu með 5. sæti og ég hlakka til að heyra þennan lista. 5. sæti? Já. Það er hann, góðvinur minn, Róbert Orri Þorkelsson. Það er svoleiðis, hann fær 5. sætið. Ok. Hvað hefurðu bak við það? Hann sé 5. besti knattspyrnumaður í Mosó. Hann náttúrulega fór í MLS mjög ungur. Og síðan er hann náttúrulega bara starter hjá Vægs núna, sína hann á heima í bestu deildinni og er fyrir svona leikja hófust í. Já. Þannig að síðan er hann alltaf að dóla við landsliðin og eitthvað æfingaverkefni. Já, 4. sæti. 4. sæti, Kristinn Freyr í Val. Kristinn Freyr í Val? Er hann Mosó? Já, hann var í öllum yngri flokkum Mosó upp að 3. flokk. Ég held að hann var Fjölnismaður. Nei, topp 10 leikjæðastu í efstu deild frá upphafi og hefur unnið Bíddu. Ég held að hann ég alltaf haldið að hann væri uppalinn Fjölnismót og ég spilaði á mótunum í Fjölni þegar hann var ungur. Ég er með mjög sterkar heimildir sem reykja til þess að hann er Mosfellslingur. Já, hann býr ennþá í Mosó, það ekki? Jú. Það ekki? Já. Það Ísak, tala aðeins hærra, heyrist bara að heyra aðeins betur. Þannig að þú ert ekki sammála, það er ekki að heyrast aðeins hærri í honum, hann er svolítið að hvísla. Já, hann þarf að fara. Hvað er 3. sæti? 3. sæti? Já. Það er nafni minn,
Ísak Snær. Það er nafnin Ísak Snær, hann er vel að þessu kominn. Hver er öðru sæti? Það er Anton Ari Einarsson. Fjórfaldur Anton Ari fyrir ofan Ísak Snær. Ísak Snær. Fjórfaldur Íslandsmeistari, tvöfaldur bikarmeistari. Ok. Já, þetta var erfitt val. Ég gæti ekki alveg ræða þessu í rétt. Anton, hann er sáttur með þið núna, sko. Anton er í annars sæti, hver er í fyrst sæti? Það er maður utan okkar kynslu og okkar búa. Nú? Það er Ríkharður Daðason. Er Rikki Daða Mosfellingur? Já, kallar mig. Ok, vissu þú það, Búi? Búi veit ekki hvað það er. Skoraði eitt frægasta mark íslenska knattspyrnusögu bara. Við jöfnum á móti Frökkum 98. Herru, takk þessi heyrnartóla og talaði bara beint í síman. Já, það ekki. Jó. Halló. Já, miklu betra. Herru, þannig að listin er 5. sætið er... Já, ég ætla að breyta þetta er 5. sæti Kristján Freyr, 4. Róbert Orri, 3. Anton Ari, 2. sæti Ísak Snær og í 1. sæti Ríkharður Daðason. Ok, fara aftur í hérna lista. Fara aftur í hér. Já, 5. Kristján Freyr. Kristján Freyr, og þú setur Kristján Freyr bara allt í henni 5. Hann var í 5. Ok, 5. Hvað er 4? Róbert Orri. Þú lætur Róbert Orri fyrir ofan? Já, ok, hvað er 3? Já, hei, við verðum bara að bíða og sjá. Ok, 3. 3. er þá Anton Ari, ég er búinn að breyta aðeins. Já. Og 2. sæti Ísak Snær. Já. Og 1. sæti Ríkharður Daðason. Síðan er ég með 5 með honorable mention, sko, sem komist ekki á top 5 listan. Ok, hvað er með það? Jason Daði. Ok. Ventsel Steinar Ragnarsson Kampan, herra afturhelding bara. Ok, kemur óvart sjátt, ok. Já, síðan Bjarki Steinn Bjarkarsson. Ok, já. Síðan er það Elmar Kári, félagi minn. Það er svoleiðis. Og síðan er það bræðirnir 2, Andrésson bræðirnir. Fór ungir út og svona. Já, Jökull og, já, þetta er flott honorable mention, Búi, taktu eitthvað, hvað gefur þessi einhvern? Þetta er svona Bjarki frá mér. Hvað er þannig sem stinguði þannig? Ok, í fyrsta lagi veit ég ekki hver fyrsta sætið er. Ríkharður Daðason? Nei, ég hef ekki hugmynd hver það er. Síðan að Anton Ari er í 3. sæti er rugglegasta sem ég veit um. Ok. Ég meina bara Axel ætti að vera á þessum listastand fyrir hann allavega. Já, ok. Og Bjarki Steinn helst. Herru, segðu þú sett að grínast með að þú veit ekki hver Ríkharður Daðason er? Nei, ég veit ekki hver það er. Kannski ég sé mynd af honum. Ég er ekki góð minn öfn. Ríkharður Daðason sem var í A-landsliðinu hérna, skoraði um til Frökkum. Já, skoraði um til Frökkum. 90, heimsmeisturum Frökkum á Laugardalsvelli. Skallamark. Þetta var ég fæddur þá, eða? Ok, þetta, hei, hann tók mig hann á maður, shit. Herru, strákar, þetta var helviti góði lista maður. Herru, förum í hérna Mosó fréttir, þetta er þáttur Mosfellinga, eins gott við fáum repost frá Mosfelling, ég veit ekki hvað maður þarf að gera til að fá repostur á þessu Mosfelling eftir nýju eigendunum tóku við. En hérna, vonandi hafið þið einhver áhrif á það líka. Byrjum á, eru búin að prófa nýja veitingastæðin? Nei. Fekk með pítsu? Þú að prófa pítsuna, maður, Búi. Já, hvað er þetta? Við vorum akkurat að panta pítsu í kvöldmataðan og ég var svektur að pabbi panta ekki á þeim. Þetta eru sko þykkustu pítsu sem þið munum fá og þau eru ekki að spara áleggið. Þannig að ég mæli með og hvítlauksbrauðstangingar eru to die for. Þannig að við mælum með OAK. Okay. Ísak, ef þú heyrir orðið OAK, hvað kemur í hugan? Það er bara ógið, bara viðurinn. En þú, Búi? Bara ekki neitt, sko. Ok. Þú veist, ég er alltaf að hugsa
ASK eitthvað og AK. Ég bara var ekki, þetta er ekki saman veitingastæður og upp á Skaga? Býtu, er þessi staður til þar eða? Allan sömu eigendur, það veit ég. Ok, Og það er helviti fýtt staður þar, sko. Þannig ég já, hef full að trúa þessum stað. já. Herru, strákar, það er Mimosa-fréttir. Nýr bæjarstjóri Hilmar Gunn, hvað finnst ykkur hann? 2,5 milljónir á mánuði, hefur það eitthvað að segja fyrir ykkur? Svo líka það, Gunni Birgis er ekki sáttur að hann fór ekki í samstarf með bróður sínum, Sævari Birgis og Leif vinn ykkar. Já. Ísak, kottu með eitthvað ríltólka á þetta og ekki vera að hlífa neinum. Hilmar Gunn, hann er kóngurinn, hann má... Ég er bara mjög sáttur að hann sé kominn í bæjarstjórnina. Og já, 2,5 milljónir, það er... Þetta er náttúrulega bara þessi bæjarstjórar á Íslandi eru á rosa launum. Þetta er mínus, þetta er ekki, það vantar hlunnindin inn í þetta, sko. Já. Já, reyndar. En hvað Gunnar Birgis og Sævar Birgis og hann fór í Viðreisn en ekki þá? Ég hef verið opinn fyrir öllum flokkum að koma með í þetta. Þannig að Ok. ég væri til í að sjá Sævar Birgisson, ég veit ekki hana, og Leifinga, félag okkur. Já, Búi, kottu með eitthvað ríltólka á þetta, ekki hlífa neinum. Ég kaus minn mann Leif, sko, en Himmi Gunn á að vera í fyrsta sæti, getum ekki neitað því. Við erum sáttið með Hilmar Gunn, ég er alveg saman á því, það er minn maður. Ég vildi bara fá eitthvað teika á þessu. Nýjir handboltaþjálfarar ráðnir hjá Aftureldingu, Hrannar Guðmunds og Ingimundur Ingimundsson, báðið með tengingu IR. Er þetta góð ráðning eða ekki, Búi? Er þetta ekki Hrannar bróðir Hrafns og tvíbarana? Jú. Er það bróðir Hrafns? Hrafns og Hauks Guðmunds. Hrafn Guðmunds í Ég Njarðvík. veit ekki hver er Haukur Guðmunds. Haukur Guðmunds, hann er hóttamæður í Aftureldingu. Ok, ég veit ekki hver það er. Ég veit hver Hrafn Guðmunds er. Er ekki leikmaður Njarðvíkur? Jú. Er þetta bróðir hans? Já, mér líst helviti vel að það. Það er bara, hann gerði vel, var ekki með Stjörnunni og Jú. bara... Hann gerði ekki vel með Stjörnunni, sko. Hann var þar. Það er bjóst við En hann gerði vel á undan því, sko. Já, síðan er hann búin að vera eitthvað með puttana í A-landsliðinu. Já. Þetta er náttúrulega heima maður og við búumst til miklu af honum. Maður þarf að fá einhvern með hjartað og vonandi rífa þetta upp. Hann er náttúrulega með góðan aðstoðamann, Ingimundur Ingimundsson. Þannig að við höfum fulla trú á Hrannari og Ingimundu og ef við ekki bara setja kröfu á Íslandsmeistaratitil. Það komið tími, sko. Síðast að það gerðist, það var pabbi í liðinu, sko. Nú, hver er það? Andrés Páll Hallgrímsson. Andrés Páll hvað? Hallgrímsson, hann gat ekkert í handbolta held ég. Nú, það var bara í liðinu. Með Bjarka Sig og þeim. Já, og pappans hérna Róberts. Já, Kela Guðmunds. Já. En þú, Ísak, þú ert bara sáttur með þessa þjálfara eins og Búi? Já, þetta er bara virkilega fínt. Spennandi tíma framöndan hjá handboltanum. Afturelding tapa á móti HK 2-1. Við erum ekki sátti með það. Við þurftum nú svolítið að sýna þarna þegar mín business að fara upp. Búi, við erum ekki sátti með tap þarna. Nei, ég bretti þetta eftir leikinn okkar og Arnar kom að hitta okkur í klefanum og hann sagði að þetta var ekki nógu gott. Þetta var 50-50 leikur. Já. Og þetta var rauðasta spjald sem hann hefur séð allavega. Það var... Hann tók bara og ætlaði að drepa, held ég, Bjart. Býtu hvað spjald? HK fór rautt spjald. Já, þið fengur rautt spjald hann á 70 og 50. Það frekar seint. Já, 80-70 og hvað. Hann bara tekur 2 fötin hnéði, sko. Maður vill ekki sjá þetta á vellinum. Er lagið með hann eða? Já, ég heyrði eitthvað smá í hennum og hann sagðist vera góður, sko. Hann verður reddi í næsta leik allavega. Ok, þetta fór eitthvað fram í. Ég sá bara rautt spjald, ég vissi ekki að það væri eitthvað, þú veist, svaka, bara einhver ógeðsleg tækling, sko. Nei, ég er ekki búinn að sjá þetta sjálfur, sko, en þetta var sagt um mig. Já. Ísak,
þú ert mikill afturöldingsmaður, við erum ekki sáttið með tapanum og þá eitthvað Háka búið að vera svona upp og niður. Já. Við þurftum statement sigur þarna, ekki satt? Jú, maður var að búast náttúrulega við miklu meira en þessu, en síðan þetta bara spurning hvort við séum að fara að kíkja á Laugardalsvöllinn aftur. Það er ekkert í boði, sko. Það er bara beint upp. Nei, það er bara beint upp, búi. Ég vil alltaf fara á Laugardalsvöllinn, þetta er skemmtilegst dagar ársins. Já, það er örugglega gaman. Það er alltaf gaman. Getum tekið einn bomban podcast í beinni úr stúkunni. Já, það verður stór hættulegt. Ég er búin að vera blackout í síðustu 2 skiti. Nei, býtu það var búti Keflavík og Vestra. Já, alveg. Það var ekki. Hvar vaknaður þú daginn eftir? Heima á mér held ég bara. Gerðu ykkur skapað þeirra? Ég og Örn Andrés allavega, það var ekki til dropi áfengi heima lengur eftir það. Hvað er upp á strykkurinn? Er það ekki bara Good Light? Já, líka Nei, Guinness. Nú? Harður Guinness, maður. Új, maður. Já. Ég skil ekki þetta Guinness æði á Íslandi. Nei, það er fyrsti bjórinn sem ég drakk svona almennilega og ætla aldrei að hætta því. Það er svoleiðis. Álafoss tapa á móti KFR 1-2, Ísak. Þetta er svolítið þín deild, sko. Þú veist inn og út alltan í Álafoss. Þú varst búinn að spá Álafoss myndi ekkert eitthvað gera ykkur svakalega hluti þessari leiktíð. Kottum með eitthvað ríltólk á þetta. Þessi úrslit. Ég var rakst á mann daginn sem að sagði mig að Álafoss væri eins og fíll upp, Álafoss í 4. deild væri svona eins og fíll upp á trjágrein. Þannig að trjágreinin er að fara að brotna. Já, það veit enginn hvernig fíllinn komst þangað, en það vita allir að hann er að fara að falla niður. Það er svoleiðis. Þannig að það er spáð að Álafoss falli. Þeir eru náttúrulega í næstneðsta sæti. Þannig að þetta er útlitið, lítur ekki vel út til að byrja með, allan komið 1 sigur. Já, á móti IH sem að keypti ekki leik á undirbúningstímabili. Já, förum betum í þessar deildir og eftir. Hvíti Riddari tapaði 0-2 á móti Gauja Lýðs og félögum. Daniel Búi á bekknum, var að klára sveinsprófið, í rafvirkjan? Já, ég var að heldur betur að náði tími. En maður mætti bara þegar leikurinn var byrjaðar og Haukamenn voru bara heppnir með það og... Já. Þú varst á bekknum, já. Ég þekki nokkra stráka í Haukum og þeir vita það sjálfur. Hvernig var þessi leikur? Áttu þið ykkur tjens í Haukana? Við hefðum alveg getað að skora 2 mörk en maður verður að viðurkenna að þetta er besta fótboltalið í deildinni. Já, Einar Kall á bekknum hjá þeim og eitthvað rugl, sko. En já, þeir voru, ég held að vantaði 4 hjá þeim, byrjunarliðsleikmenn. Ok. Það er bara, það er verið að leggja peningana annað, það kemur bara maður mann stað sem er jafn góður. Já, einmitt. Jason Daði á leið til afturheldingar eða hvað, Grímsby ævintýrið búið. Þegar ég var að fara úr ræktinu í Mosó daginn, þá var hann að tala vörklasstarfsmann og vörklasstarfsmann spurði hvar áttu heima og sagði hann I don't live here. Hvað segir þú það? Já, Hvað segir það? Ég trúi því ekki upp á minn mann, svona það, sko. Nei, hann sagði já ekki heima hérna. Það voru byggðum heimilisfang. Hann er ekki með lögheimili hérna. En þetta átti að vera djók, sko. En það klikkaði eitthvað Þokkar, Ía er á eftir honum og ég er búinn að heyra að þeir eru að leggja öll spilin á borðið. Myndi ekki henda honum betur að fara í Breiðablik, KR eða eitthvað þessum liðum? Ég væri til í að sjá hann í KR. Ég væri til í að hann er perfekt fyrir þetta systemanna og hann er kannski að fara út, hann er hérna kantmaðurinn sem kom frá Njarðvík, hvað heitir hann aftur? Já, hann Kosic. Já, Kosic. Búi, Jason Daði, á hann ekki heima í betra liði en Ía?
Jú, það er bara með stela galið að IR að fá svona góðan leikmann. Bara topp 3 í deildinni að mætir. Er hann ekki, þeir eru að borga svakalega peningan upp á Skaga. Ég held að það sé hafi ansi mikið að segja, sjáðu hvað leikmannin þeir eru búin að fá. Þannig að við getum, ef hann vilur peningana þá fer hann upp á Skaga. Já. Já, Það er alveg að hreinu, sko. Hvað er næst? Já, Ísak Sérni var í heimsókn hjá Þorsteini Gauta, okkar manni úr Mosó. Hver er staðan í Porto? En ekki það ekki satt? Og Þorsteinn Leó. Hvað sagði ég? Þorsteinn Gauti. Hver er Þorsteinn Gauti aftur? Ég hef enga hugmynd. Þorsteinn Gauti? Hver er Þorsteinn Gauti? Það er einhver handboltamaður. Já, ég allan að kannast mér ekki við hann, það er örugglega toppmaður. Þorsteinn Leó, varst hjá Þorsteini Leó í Porto, ekki satt. Hvernig er staðan í honum og hvernig er þetta handboltadæmi hann í Porto? Náttúrulega, staðan hjá Steina er mjög góð, sko. Hann er bara heill og klári í allt. Hann er náttúrulega komin núna í smá sumarfrí og síðan bara tímabilið byrjar aftur í honum í ágúst. En þetta í Porto, þetta er bara handboltaliðin, þetta eru topp 3 liðin sem að geta eiginlega bara eitthvað. Það eru einu liðin sem að fótboltafélögin að dæla í, sko. Benfica, Sporting og Porto. Hver er unnu deildina núna í ár? Það var Benfica sem unnu deildina. Og er það gaurinn hann hotnamaðurinn sem er í því liði? Stefán. Steven, Tópar Valencia. Já, er hann í því liði? Já, það er annar vinstri hotnamaðurinn, dökkari. Er hann í Porto eða? Íslendingur, það er engin Já, Íslendingur. hann hotnamaðurinn sem skora alltaf 7-8 mörk í annarliðinu. Sem var í Haukum. Það tala um á. Manni hvað hann heitir. Nei, ekki heldur. Alltaf brosandi. Alltaf ekki að voða happy. Það skiptir ekki máli. Það er alltaf eitthvað annað. Útgifassi. Já, herru, er eitthvað að frétta Dóra Díana? Sonur hans er að gera góða hluti í öllum íþróttum. Þekkið þið eitthvað til eða? Voða lítið. Nei, ekki neitt, sko. Ok, þá bara næsta. Steindi Junior, eitthvað að frétta á honum? Hann er bara hress. Þetta er náttúrulega Dóri og Steindi framan á treyjunum hjá Hvítað hana. Já, búið, talaði aðeins um það. Við fórum í myndatöku, þetta er náttúrulega bara 2 mestu topp menn Íslands, myndi ég halda, sko. Á hverju? Þeir eru alltaf hlæjandi og bullandi eitthvað. Það er ekki margar heila frumur þarna, en þetta er svona tóngarnir. Ok. Nei, þetta eru toppmenn. Ekkert að frétta nema þetta. 1,5 maður með ægi, Líndal Kötz. Hann er að gera góða hluti, sá meistari. Hafið þið hlustað eitthvað á þáttinn og þekkið eitthvað til hans? Ég þekki ægi Líndal mjög vel, myndi ég segja. Já, hlustar mikið á þáttinn hans? Já, en ég er enda búinn að missa síðustu 2. Ég er bara ekki búinn að hafa tíma til að hlusta á það. Það er Sveinsprófinu. Já. En þetta er gull af manni, sko. Mér fyndinn og síðan Haffi ekkert ófyndnari. Það er bara Sveppi Krull okkar kynslóða, sko. Hann er frá Ísafirði? Nei, Grindavík. Grindavík, já, ég sá hann á einhverju leikana maður. Hann var í Grindavíkubúning. Já, ég þekki hann ekkert menn. Hvað já, við verðum að auglýsa allt sem Mosó gerir og við verðum að kíkja, er hann ekki hann í World Class, Studio Löng. Já, kíkja í klippingu hjá þeim meistara maður, alltaf hress, alltaf gaman hjá honum. Mosvellingur fer vel af stað sem við tekjum við. Hvernig líst þér ykkur á framtíðina með Mosvelling? Lesið þið Mosvelling? Já. Ég kíki bara í myndirnar ef ég segi satt, sko. Hefur ekkert í þetta að séð og heyrt eða? Já, þú veist, ég fer þarna tvífarararnir. Ég fer að staða. Heyrst hefur. Vonandi fáið við hérna. Heyrst hefur að Bomban Podcast sé með Mosó-hotnið. Já. Veitu hvað að meina? Það var ekki eðlitt. Og svo mynd af okkur 3 hana. Ég er með heyrst hefur hana Mosó-slúður fyrir okkur á eftir ef við viljum farið það.
kringum fótboltan í Mosó. Já. Þú farið í það, hvað meinar? Það er bara ef við viljum fara yfir það. Þetta er svona 4 punktar. Já, ok. Sem þú ætlar að koma með? Já, ég er með hana fyrir fram mig. Ok. Kottu bara með það núna? Já, þetta er hana heistu yfir að Eiríkur Þór, Mosó King, hann er að fara að rífa upp skóna og sæna hjá Álafoss. Býtu, hver er Eiríkur Þór? Hann er Mosó King. hvíta legend, hann er legend í hvíta riddaranum. Ok, spennandi maður. Hvað, er það að fara að styrkja Álafoss eða? Ó, já. Já, þetta er reynslan. Gæði og reynsla sem koma Í hann. hvað stöður ykkur? Hann er center. Ok, þeir þurfa center. Já, Og líka hann er búinn að fitna helviti mikið, en það er gott fyrir Álafoss. Því feitari sem hann er, því betri er hann í fótbolta. Það er svoleiðis. eins og Ronaldo áður en hann hætti hann. Ronaldo í AC Milan. Ok. Hvað er næst? En að stutt Arnar Daði, markmaður Aftureldingar, sagður eins og húsgagn innan veggja skemmtist að Reykjavíkur helgar. Þetta er eitthvað, Eins og húsgagn. já, bara, menn virðast alltaf vera að hitta hann hana. Þetta er, Já, er hann algjör jammar eða? svo er sagt. Svo þú ætti nú að vita það. Það er allavega engin helgi sleppt hjá þeim manni. Ha? Nei, ég veit ekki hvort það var að vera að segja þetta, en Maggi var ekki sáttur. Nei, þetta er heilstefur, þetta er ekki frá okkur. Það Er ekki bara okkur, sko. algjör jammar eða? Ég fer ekkert niður í bæ, sko, en þegar maður fer, þá hittum maður einhvern veginn alltaf á hann og Gogga og Bjart. Býtu, er þetta að tala um Gogga Bjarna eða? Já, Er hann jammar líka? já, hann er alltaf á Hax Hann er- kóngurinn. Ég held ég aldrei farið á þetta Hax. Hvað er þetta Hax? Það er hann að, Móti leikhúsinu. er ekki sem Já. austur var eða eitthvað? Já, ég þarf að fara að kíkja á þessa staði. Nei, ok. Ísa, komdu með næsta punkt. Guðbjörn Smári er að fara að hætta eftir þetta tímabil inn að stjórna hvíta riddarans. Spurning hvort að Daniel Búi taki við næstu við kemlunum. Ha? Er það svoleið? Ég mun aldrei taka við þessu, en þegar maður horfir á Gubba að vera sko að missa vitið, sko, allt hárið er farið, sko. Hárið er farið. Leið og hann tók við þessu og fór allt hárið, sko. En það, já, hann er allavega búinn að vera að tala um það að hætta með þetta, en ég held að hann mun aldrei hætta, ef ég segi samt. Hann lifir fyrir þetta. Já, hann er náttúrulega búinn að ég veit ekki hvað oft ég er búinn að hitta hann vera að selja þarna þetta happrættið þarna fyrir utan vínbúðina. Maður eyðir bara allir bara 3-4 skallið hann alltaf ykkur miða. Seinast var einhver strákur sem var sko 17 ára eitthvað og með 3 miða á 4 skall og eitthvað. Það var líklega spenni, frendi. Já, það var einhver meistari, ég get alveg sett það var einhver meistari. Herðu, hvað er næst? Sætið að fara að hitna hjá Magna Jóhannesi, þjálfara Álafoss. Ha? Já. Byttu nú við. Hversu heitt? Þetta er bara, það er 20. og 5. júní er eitthvað að vera að tala um. Þegar Úlfarnir mæta í Mosó, Alli Davos. Alli Davos Army maður. Það gæti verið hans seinasti töfluhundur. Já, Búi, hvað segirðu því? Já, mér veist Magni, hann er kóngur, hann var næstum búinn að ná mér yfir, ég get alveg ekki það. Já. Bara, en ég held að hann mun taka allt tímabilið. Hann er með annar flokkinn og eitthvað. Já, það er svoleiðis. Já. Ok. Okay. Það eru skiptaskoðanir hér. Er eitthvað fleira, Ísak? Já, síðan er bara svona honorable mention á kóngin innan fótboltans í Mosó. Það er Matthías Hurtur, markmannsþjálfari í nánast öllum flokkum Aftureldingar. Já, líka meint að kvenna. Hann er á lista KSÍ sem efnilegasti markmannsþjálfari landsins. Það er bara helviti skemmtilegt að heyra. Ég þekki þann gaur og það er topp maður. Já, það verður að gefa Matta shoutout. Já, soninn minn er að æfa í 8. flokki og hann er að þjálfa þar og ég fíla hann að gaur mjög mikið og hérna, ég elska hvað hann mikið passion í þessu. Já, mjög metnaður. Eini þjálfari sem þú eru að öskar krakkana láta að heita það. Ég bara fíla það og þeir líka hlusta sko. Já. Ef þú ert ekki ákveðin þess að krakka og gera það bara sem þið vilja.
Já. Það er rétt. Það er líka, þú hlusta bara þegar Matti talar. Það er bara regla. Já. Það er svoleiðis. Bara sjáta þetta á Matti. Ef við ekki bara segja hann sé maður vikunar í Mosó. Við væri til að fá styttu á honum fyrir utan Varmá. Já, ég væri bara til í það líka. Að öskra, svona í miðju öskri. Já. Takk fyrir þetta. Þetta er komið til að vera. Hvað er næst? Eitthvað frétt af öðrum íþróttum. Ég sá að þannig að afturhelding í kvenna er ósigrað. Nei, já, ósigrað í annarri deild. Hvað er Patrik Orri hvað er hann að gera þar? Þeir eru náttúrulega Orri og Ísak Óla hana, Já. sem við tölum senast. Þeir eru bara að gera virkilega góða hluti og fara eftir því sem við báðum að afturhelding myndi fara bara beint upp. Já, þetta lítur vel út hjá þeim. Já. Hvað meira? Ísak Snær með landsleikun daginn, hann er að standa sig vel í Lindby. Það er komið tími til. Já, hann er, ég held að hann geti orðið bara helviti bara gott og vopn svona, ef hann byrjar ekki að koma inn á og vera með hann að springikraft. Já, þú veist, þetta er bara sterkast leikmann í liðinu og alveg power í þessum manni, sko. Hvernig gaur er þetta? Hann er feiminn, sko. Feiminn? Já. Ekki var hann feiminn þegar hann lét Albert Ingarsson heyra í beinni? Nei, en þú valtar ekkert yfir þann mann, sko. Nei, ok. En síðan þegar hann er alltaf mjög, allavega ég hef djammað nokkru sinnum með honum, ég veit ekki hvað ég að vera að segja frá því. Jó, hvað er með það? Og þá er hann alltaf feiminn, sko, en þegar hann er komin í gírinn og orðin blind fullur, þá er hann maðurinn, sko. Já, sko. Hvernig þá? Er hann að segja þá? Ég er maðurinn, ég er fyrstur það. Já, það er bara menn að horfa hann horfir bara í gegnu þið, sko, bara eins og ég er að ljúga upp á minn mann núna, sko. Nei, þetta er góð. Svo erum við með Bjarka Steinn frá Venezia, hann var að komast upp deild, þekki eitthvað til hans? Nei, bara. Nei, ég veit ekki það. Hann er sonur Bjarka Sig, eða ekki? Jú. Það er bara ótrúlegt að hann helst heill alltaf. Af hverju á Mosó svona mikið afbragðs íþróttafólki, bara út allt? Þú veist, þetta er eitthvað met með að við höfðatölu, ekki það? Það er eitthvað í vatninu hérna. Jú. Er þetta, ef maður dýfir sér í Álafoss, þá er maður bara verið maður góður í fótbolta? Ekki dýfa það samt núna í Varmána, það er eitthvað mengað hana. Ég er búin að taka eftir því á samfélagsmiðlum. Hvað er í gangi með vatni? Það er orðið grænt. Það er líka alltaf allir að svara jafn mikið, sko. Vatnið er fokkin grænt, sko. Þú veist. Ákveður, var ég ekki búin að taka þetta því? Nei, ég bara sá undir daginn út að það var eitthvað talumind á netinu. Ég bara, hvað er að gerast? Það var allt dýraríki bara dautan í þessu vatni. Ég veit ekki hvað þetta er. Það er bara, ef einhverju svangur, þá bara fer að þetta enda ánarinnar og bara næs sér í fisk. Helviti gott. Kaljó, er eitthvað frétt á honum eða? Er hann búinn með þíðan tónleikan á Þingvöllum eða? Nei, er ekki, núna í júní eitthvað núna. Ætlið á þá að? Ég held að það sé í næstu viku ekki, ég var út heldur. Það ekki? Við strákarnir vorum að pæla bara að fara á Hestbak á tónleikana. Fara bara upp á Þingvelli og taka hringinn og mæta sem bara á Hestbaki. Ertu að bulla það? Nei. Hvað er Hestbakur eða? Ég er svona up and coming. Allir vinir mínu á hestum og ég fer aðna, en það er ekki sens ég fer upp á þetta edrú. Þekkirðu nokkuð geitina í þessum leik? Konna Sveins? Nei, ég þekki bara Tóta. Það er minn maður. Veist ekki hver Konráð Sveinsson, hann er heimsmeistari í hestaíþróttum? Nei, Ragnar Braga? Bróðir Ragnar Braga Sveinssonar? Nei, ég kem allan ekki fyrir. Ég er svo lélegur með nöfn og andlit, sko. Allan að geitin í þessu. Við þurfum að fá aðra lúu í Mosó. Ég vil fara bara einhverja lúu og fá mig bara eitt sveittan burger. Það er ekkert svoleið. Ég vil ekki fara að KFC í lúu. Ég vil fá einhverja lúu. Sammála. Það var náttúrulega lúa hana þessum Mosó-grill er núna. Snælandi. Já, ég vil fá það. Hvað var það? Það þurfti að búa til
gangstétt eins og bara Reykjavík. Ég fer þetta á Mosagrill og missi aðra höndina, ég búið að bara gjaldþrota sko. Þannig að Kristján Hjörvar Sigurkarlsson, markmaður Aftureldinga, var með helviti gott TikTok. Þú veist, hann lendi í skakaföllum en hann er jákvæður, sáuðu þið það? Já, það er leiðilegt að heyra sko, bara komið hann inn í þessa lögreglið, hann hefur passion fyrir þessu. Já, einmitt. Ég skil ekki alveg rosalegu kröfur, kannski það skiljanlegt en þessi maður er náttúrulega, ef hann fer í eitthvað þá fer hann all inn í það, ekki svo? Já, ég held það. En við segjum bara áfram Kristján, eða ekki? Jú, við erum tím Kristján. Stjáni the Blue á TikTokinu. Já, ég ætla akkurat að segja það maður, tjekkja hann á TikTok, Stjáni the Blue, hann er svakalegur. Það er bara voiceover, hey, day in my life. Day in my life á hverjum einasta degi, sko. Hvað segirðu? Day in my life á hverjum einasta degi hjá þeim meistara. Ég elska að horfa svona, ekki alla gera þetta, en ég elska að sjá hann gera þetta, hann kemur alltaf með eitthvað nýtt, sko. Ég var líka til að sjá aðalmarkmann Aftureldinga taka þessa 10 kilometra á þessu skokkan. Eins og aðalmarkmann að gera. Já, það væri helviti gaman. Hvað er næst? Georg Bjarnar komin aftur á völlin og líka komin á jammið, segir Búi. Fór á Subway upp á staðinn á Búa, hitti King Arnarskúla þjálfari Tindastóls, voru klárar að KF helgina. Það er allir sem stoppa í Mosó á leiðinni norður. Svo verðum við að tala Aron Val Gunnlaugsson, hann er komin náttúrulega, sá maður er í öllu bara, hann er með eitthvað svona skemmtidæmi fyrir krakka eða eitthvað. Já, partívélinni eða eitthvað, já, og svo er hann núna komið með eitthvað sem heitir streymið. Já, hann er að streyma alla sunnudag. Hvenær fáum við að koma í þann þátt? Ég bara farin að þrýsta þess á hann núna strax. Það væri content. Já, ég hitt hann eitthvað. Það er hort á það, get alveg sett ykkur það. Ég er til að gera alla vitleysu. Þannig að hvað er næst, við sjáum þetta á Aron, hann er náttúrulega var í 20. seti á Sjálfstæðisflokknum. Já. Hvað er að frétta svona Simma Will? Ég hef ekkert heyrt nýtt lag. Hvað heitir hann aftur? Villigat, hann var að gefa út nýtt lag. Hvað lag það aftur? Hann að Manifest heitir það. Kottu með hljóðbút? Kottu með hljóðbút? Ég er ekki búinn að hlusta á hann lengi, þó þetta er minn maður, sko. Hvernig típa er þetta? Hvernig gaur er þetta? Komið með það. Þetta er virkilega skemmtilegur karakter. Djúðlega fyndi þegar Aron Valur tók hana grínmynd á hann með kennirónum. Það var ekkert aðeinslega gott, sko. Ég elska svona, áfram Aron maður. Aron, geggja content. Erum við að gleyma einhverju úr Mosó? Þetta var Mosó yfirferðin? Já, þetta var bara það helsta. Ég segi bara, Guðbjörn Smári, hætt að vera í bænum hver einasta helgi. Já, var að kaupa íbúð. Hann er að vera 30 og hann fer ekki úr bænum, sko. Það er bara til 5 alla helgar. Það er svoleiðis. Já. Er hann alveg rennandi blautur kallið það? Já, hann er einslíkur og leikur sér. Já, þú veist, ég horfði á leikir á móti hann Þrótt Vogum daginn og djúð getur hann hlupið og þegar hann hendi sér hann fyrir boltan eins og einhver fiskur hann, wow, maður, hann er rosalega. Nóum Mosó, heimsmeistaramótið, við ætlum að fara í riðlana, við ætlum að spá fyrir hverjir fara áfram, 2 efstu sætin. Fyrsti riðlinni Mexíkó, Suður-Afríka, Suður-Kórea, Tékkland. Hverjir haldið að fara áfram þar? Er það búið að byrja? Já, Er það ekki alltaf bara Mexíkó og Tékkanir? Hvað segir þú, Ísak? Já, með Mexíkó og Suður-Kóru. Já, þetta er erfiður riðill, sko. Ég er sammála því, ég segi Mexíkó og Suður-Kórea. Búi segir Mexíkó og Tékkland. Förum í B-riðilinn, það er heimamenn í Kanada, Bosnia, Katar og Sviss. Ekki góður riðill, finnst mér. Nei. Hvað segirðu þar, Ísak? Ég segi Kanada og Sviss. Því miður fyrir bosnísku félagið mína. Þetta er Kanada og Sviss. Veitu hverjir eru frá Bosníu? Elmar, nágranni minn og... Bosníu, menn? Já, Tjókic. Alltaf hugsaði að það væri serbar.
Kannski er ég á móðgangu núna, ég veit það ekki, maður bara Kokic, þú segir Kokic, það ekki? Tjokic. Það er sagt svona með T-A-J eins og þú segir Tjokic. Já, ok. Búi, hverju fara áfram hana? Það er Kanada og Bosnía. Ég verð að vera með þeim í liði, annars mun Heimir líklega sperja mig með golfkilu. Heimir er kóngurinn, maður hittar í, það er kóngurinn. Ég spila mikið með hann golfi. Já, Brasilia, Morgo, Haiti, Skotland, það er Sýrill, hverju fara áfram þar? Brasilia, Morgo. Búi? Eins mikið mig langar að Skotland fara upp, en þá held ég að það sé alltaf Brasilia og Morgo. Ég segi Brasilia og Skotland, Bandaríkin, Paraguay, Ástralía og Tyrkland í D-riðli, hverju fara þar áfram, Búi? Er ekki bara Tyrkland og Paraguay? Ég vil ekki sjá þess að Bandaríkjum minna hana. En þú, Ísak? Ég segi Tyrkland og Bandaríkin. Bandaríkin er alltaf að fara áfram í þessum riðli. Það er bara 100%. Þeir eru með fínt lið og þeir eru á heimavelli. Ég held að Bandaríkin séu eftir að fara alveg, ég held að fara alveg látt, sko. Já, bara hlusta á sig tjönt þarna, sko, maður bara missir heimavelli, sko. Það er agalegt að sjá þetta. Þannig að ég bjó í Bandaríkjum, þetta lið er bara svona, þetta er alveg, þú veist, I love you og þú veist, hey, you're so great, þú veist, þeir eru alltaf svo jákvæði þannig, allan í það sem ég var í Suðurríkjunum. Þýskaland, Curaçao, Fílabeinsströndin og Ecuador. Þetta eru mínir menn. Þetta er alltaf Þýskaland og Curaçao. Það er alltaf besti vinning býr þar. Í alvöru? Já. Þetta er lítil eyja. Þarna hjá Kólumbíu þar. Hjá Kólumbíu? Já, þú veist, þetta er alltaf ekki starna. Ég held að þetta væri einhver svona, þetta væri hjá, já, er þetta þar einhver staðar? Já. Ok. Hann er alltaf að kíkja til Kólumbíu og eitthvað. Ok. Hvað segir þú, Ísak? Ég er með í riðlinum, það er með Þýskaland Ekvador. Já, ég er með Þýskaland og Fílabeinsströndin og Þýskaland lítur að fara áfram. Þú ekki öðru. Amad Diallo þarf að sanna sig á þessum móti ef hann ætlar að vera í United. Já, Jesus Christ, hvað hann er lélegur. Hann þarf bara að rífa sig í ganga á næstu leiktíð, þú veist. Það er ekkert elsku mamma, sko. Næsti riðill F, Holland, Japan, Svíþjóð, Túnis. Ég skal byrja þar. Ég segi Holland og Japan. Já, ég er með sama þar. Holland, Japan. En þú, Búi? Ég segi alltaf Holland og guggunar í Svíþjóð. Ég held að Svíþjóð veri mikil vonbrigði. Nei, það var alltaf gott og gaman að horfa upp í stungu þar bara. Maður þarf ekki að horfa á leikina, sko. Það er góðu fótur. Belgia, Egyptaland, Íran og Nýja Sjáland. Já, þetta er Belgia, Egyptar. Belgia og Egyptar. Búi? Ég er bara að sammála því, sko. Mo Salah. Mo Salah, running down the wing. Mo Salah. Herru, Spát, það er Spát og hvað heitir þetta? Grænhöfðaeyjar, Sádi Arabía, Úrúgvæ. Hverju fara þar? Spát Núrú. Alltaf. Já, það er Prado. Já, Átó. Svo er það dauðariðlinn. Það er Frakkland, Senegal, Írak og Noregur. Hvað haldið þið þarna? Okkar frændur í Noreg. Þetta er svakalegur riðill og ég held að Írak geti alveg strítt einhverju með einhverju 11 manna vörnana. Hvernig, við segjum örugglega allir Frakkland, en hverjir fara með Frakklandi þarna? Sko, ég veit að Ísak er alltaf að segja Holland, sko. Já, Noregur, mínum menn. Já. En þá verð ég að vera bara ósammála og segja Senegal. Já, ég held að það er eitthvað sem segir mér að Noregur með drullu gott lið. Ég held að Noregur og Frakkland þar, og það kæmi mér ekkert á óvart svo sem að Frakka myndi eitthvað mistigur sem móti einhverjum af þessu liðum, sko. Argentína, Algería,
Austurríki og Jórdanía í jóðriðli, þú veist, þetta 48 liðir sem móti, sko, maður verður bara að sofnar einhverjum sem leikjum, en hvað lið fer áfram hana? Þetta alltaf Algería og Austría. Nema En að dómarinn ætlar að fara að dæma aftur Argentínu upp. Já, það góður punktur. Ísak, kottum eitthvað? Þetta Argentína og Austurríki, það bara hannig. Ég segi Argentínu og Algería. Portugal, Kongo, Úsbekistan og Kólumbía. Þetta svo klikkaði riðl, sko. Kongo og Úsbekistan saman í riðli. Þú veist, hverjir fara þarna? Portugal og Kólumbía. Já, verðum að geitin alltaf að fara upp, sko. Já, svo það seinasti riðlinn, það L-riðl, pældi í þessu, það L-riðl, þegar það var svona 20 árum síðan, það voru 16 lið, það núna 48, þú veist. Ennþá ekki Ísland. Nei, Arnar Gunnlaugsson, ég ætla ekki að segja það. Ég vil að Ísland fari áfram í lokamóti, en það þarf að gera einhverja breytingar, leikstíl séð, en það umræðefni fyrir nýjan þátt. England, Króatía, Ghana, Panama, þetta ekkert gefins riðill fyrir eitt eða neitt lið þarna, sko. Þetta dauðariðl nummer 2 finnst mér. Panama ömurlegt lið, en Ghana getur alveg unnið Króatíu og England. Hvernig sjáu þið þennan riðil, Ísak? Ég segi Króatía og ég segi að it's coming home, þannig að England. Ok, Búi. Þetta alltaf Króatía og England, en England ætla að fara að gera eitthvað, að vera að fara að henda Saka úr eins og liði, sko. Ertu ekki Saka maður, eða? Ég held að Saka væri flottur í, þú veist, Álafoss. Bekknum það. Sko, á bekknum það. Þetta ekki hægt að horfa á hana leikmann, sko. Nei, það eru helviti margir sem eru ekki á þessum Saka vagni, sko. Það alveg svoleiðis. Spáum í nokkrar spurningar hérna. Hver spáði að vera í markahæstur? Ég segi alltaf Ronaldo, annars Mbappe. Já. Ok. Já, ég held að þetta Mbappe. Ég sammála Mbappe. Hver verður bestur, Búi? Ronaldo eða Mbappe. Komdu með eitthvað, Ísak, komdu með eitthvað að koma á óvart. Ég ætla að segja hvað heitir hann, kantar í PSG? Þessi er í Dúe? Já, Dúe. Ok. Efnilegastur? Jamal. Dúe. Já, eða hann. Annarkvort, það ekki mikið að velja. Hvaða lið mun koma á óvart? Eitthvað af þessum litlu liðum sem enginn mun halda að komist eitthvað úr riðlakeppni eða eitthvað, en kemur bara eitthvað óvart. Það heldur góð spurning. Já. Ég myndi ekki segja að lítinni bara stemmislið Japan. Mér langar að segja Japan komast langt. Já, Búi? Þetta bara... Vilt ekki bara setja þetta á félaginn hana í Curaçao? Jó, Curaçao. Þeir fara í semis. Já, ég held að Noregur muni komast langt. Það eitthvað sem segir mér að Holland ætli að vera með eitthvað statement. Hverjir verða vonbrigði? Hverjir verða mikil vonbrigði? Portugal. Þetta er skemmtilegt það. Ert þú Portugalsmaður, Búi? Ég svo harðast í Ronaldo maður held ég á landinu, sko. Já, hverjir verða vonbrigði, Búi? Ef að Argentína ætlar að fá dómaran með sér, þá verður það ekki vonbrigði, en annars mun það ekki geta neitt. Argentína svarið hjá Búa. Hvað finnst þér um þessi 48 liðis að keppni? Er þetta ekki alltaf mikið það? Jú, síðan líka að fara að koma með hana halftime show í úrslitaleiknum og leikunum bara hægt og rólega að fara út í klukkan, sko. Þetta bara komið eitthvað Super Bowl dæmi. Kann ég að fara að mæta hann í hálfleika það? Nei, ég man ekki alveg hver að fara, það væri rosalegt, sko. Ef að þetta verður ekki búin að sjá hlusta á nýja lagi eða? Jú. Ég búin að hlusta á þetta nýja lag, hræðilegt. Þetta bara eins og að vera að horfa á eitthvað dívolt auglýsingum, sko.
Það er góði bútur. Þetta er ekki hægt, sko. Nei, ég er sammálaðir. En nóg það, komið með sigurvera mótsins. Brasilia. Já, Ég má gleyma þeim. Það er alltaf Portugal. Þetta er árið. heldur í alvöruna Portugal, ég veit út Cristiano Ronaldo maður, en heldur í alvöruna Portugal muni vinna, í alvöru. Ég trú, en annars er þetta alltaf Frakkland, er finnskilin. Já, ég spáði Spáni sigri, þeir eru ógeðslega góðir. Rodri og hans hérna hér þarna og stjórna þessu öllu þarna. Og líka bara, það er góði leikmenn í öllum stöðum þarna, með þess að 2 eða 3 í hverju stöðu. Já. Það er svo Frakkland líka. En sá Stutti kemst ekki í hóp. 50 markmaðurinn. Já, Sá Stutti. já, veitu hver að það aftur? Það er Ræja. Veitu, komst hann ekki í hóp? Nei, það held ég ekki. Mér fannst þess að hann hafi verið í hópnum. Nei, hann tók ykkur æfingarleiki og skeitum á bak eins og alltaf. Já, ok, ég sá einhverja liðsmynd og var hann á myndinni. Yeah. Já, ok, skil